Það var dramatísku sögurinn í dag, hvernig svona tilfinningin? Hún mjög góð, það hárrétt hjá þér. Þetta voru dramatískir síðustu 2 leikir. Síðast á töpuðu á síðustu mínútu á móti Víking eftir frábæra frammistöðu og í dag þá vinnum við í lokin, þannig að það var virkilega sætt og mér finnst frammistaðan í dag góð. Í að skapa sér ekki mikið framan af fannst mér og fyrstu 2 mörkin alltaf sem við fáum á okkur, lendur 2 myndir. Það var svona kannski eitt af lið sem að hlutin ekki alveg að ganga upp. Við erum búin að klúra eina móti markmanni og svo fá þeir víti sem að þessi smá klauflegt hjá okkur. En frábær karakter að koma tilbaka og mér finnst leikurinn opnast aðeins þá. Bæði við fengum færi, Ía fékk færi, þannig að þau getur farið á hvort meginn sem var. En æðislegt við fyrir okkur, við unnið og líka bara gaman að sjá. Við lentum 2 myndir eftir að tapa 6 leikinn, en við höldum áfram, komum tilbaka og í 2-2 erum við sem ætlum okkur að vinna leikinn. Þannig að bara frábært og þvílíkt kredit til strákanna að halda haus og halda áfram. Það er það sem einkennt KR-liðið. Það hefur gengið illa eins og gerist hjá liðum að það hefur alltaf staðið saman og þannig komumst við úr þessu og virkilega fallegt að sjá þetta að það eru allir sem að halda áfram, allir sem leggja upp á Vogaskálmar. Já, menn sem kom inn á örfáar mínútur, þeir eru pirraðir að fá ekki meiri spiltíma, þeir fagna þvílíkt, þannig að bara frábært. Já, þetta voru Sveit byrjar þetta með glæsilegu markið þarna og svo dramatík alveg í lokin, Grímsi klikkar á vítinu, fylgir eftir að skora. Það var alveg dramatík. Já, bara aðeins eftir. Það var fleiri sem að skora mörk og Svenni var komið 1 og nú skoraði hann 2 og með þess að klúra 1 á til markmanni líka. Þannig að við sköpum fínt á færum og ánægður fyrir hans hönd og þetta er mikilvægt fyrir liðið. Það er alltaf gott þegar svona strákarnir fram á við gera eitthvað, þeir þurfa oft á því að halda og saman með Daniel leggur frábært mark og svona er hann í vítið. Á 93. mínútu er hann að hlaupa inn í teginn að klára hlaupið. Tóða í hann og víti, þannig að bara vel gert hjá þeim, mikilvægt fyrir þá, mikilvægt fyrir sjálfstrausti og bara frábært fyrir liðið að fá loksan sigur sem við erum búin að bíða lengi eftir. Já, eins og segir, já, hvernig er svona bara tilfinningi fyrir leiknum, var ekki IBF næst? Jú, IBF úti, hún er bara góð, mér finnst IBF liðið gott, mér finnst líka þegar við vorum að leikina að koma og spila við okkur og við unnum fyrir í vetur þá þetta er lið sem er gott að spila boltanum og þeir voru meira með boltan en við og þó þeir var ekki á stíg þá voru að gera margt gott. Ég held að það bara verið KR sem var meira með boltan í öllu þeir leikir sem við spilað á þeim tímapunkti og svo þeir búin að fá fyrirliðan sinn og aðeins speittari fram á við og Ómar Só mættur og þeir hafa bara staðið sig virkilega vel. Þannig ég býst bara við skemmtilegur leik, lið sem er með hjarta og spila góða fótbolta. Við erum búin að vinna þá einu sinni í sumar og við ætlum að fara til Vestmannaeyja sem er alltaf skemmtilegt ferðalag og okkur finnst ótrúlega gaman þó þessi langt ferðalag að fara til Eyja. Við ætlum að fara þar og reyna að ná í nokkur stíg. Já, þið náðu að klífa ykkur aðeins frá grönnunum ykkar, það er næsti heimaleikur, verður hann hérna á nýja vellinum? Ég held að það sé ekki staðfest en við erum að reyna það. Nú er ég bara að spá í IBF og ég er ekkert mikið að spá í hvað önnur lið er að gera. Við þurfum að ná okkar stíg. Ef við gerum það ekki þá verðum við bara í fallbaráttu allan tíman. Ef við gerum það þá getum við kannski slitið okkur frá þeim. En ég held að þessi stefnum að reyna að spila þarna en ég er ekki búinn að hafa staðfest. Takk fyrir.